Já, komið sæl. Það kalt loft sem að leikur landið, ýmist af vestri eða norðri í dag og á morgun líka. Og við sjáum að á hádegi í dag þá var hér lægðardrag yfir landinu og hefur svona snjóað lítillega fyrir norðan og einnig hér vestanlands í dag og getur gert það allan hér vestanlands eitthvað fram eftir kvöldi. En norðanlands mun halda áfram að snjóa á morgun því að þá kemur hér lægðardrag upp að landinu þegar líður á morgundaginn en seinna meir þá mun loftþrýstingur fara hækkandi hér yfir landinu síðla dags á morgun og þá skánandi veður tíma. Það er önnur lægð sem kemur hér inn á laugardaginn og hún verður nú nokkuð skörp fyrir okkur og henni munu fylgja hlýindi eins og við sjáum þá á hitasvæðinu. Við sjáum þennan kuldaboll sem við finnum okkur í núna en þetta hlýja loft að það ryður sér leið hér til norðurs og kemur inn til okkar á laugardag. En við förum aðeins í landshlutana og eins og áður sagði það verður vestlæg átt hér á suðvesturhorninu í kvöld og gæti jafnvel gert él þá sérstaklega við Faxaflóann en áttin verður norðlæg þegar líður á nóttina og morgun og þá verður svona norðan andar í þessu hjá okkur víðast hvar. Það verður léttskýjað en nokkuð kalt eins og hitatöluna bera með sér og ekki ólíklegt að víða allan inn til landsins seinnipartinn á morgun og þá verði frostatölur víða 2 stafa. En ef við förum síðan norður yfir heiðar þá sjáum við að það eins og svo oft í norðanáttinni meiri úrkoma í spilinu. Sérstaklega getur nú snjóað töluvert á utanverðum Tröllaskaga eins og Ströndum og á Skaganum. En svona bjartari yfir þegar komið á Breiðafjörð og sunnanverða Vestfirði. Strekkingsvindur í þessu nokkuð víða en hér líkt á annars staðar á landinu mun nú þessi norðanátt ganga niður seinnipartinn á morgun og staðan svona nokkuð keimlík þá á norðausturhorninu eins og sjáum hér. Það eru þó úti gula viðvaranir svona vegna hríðaveðurs þá á Norðurlandi og svo getur þessi norðvestanáttu verið nokkuð skæð þar sem stendur á fjöllum á Austfjörðum en við sjáum að það mun snjóa víða og þó sennilega í mestu mæli við Eyjafjörðinn og Tröllaskaga. Og einnig gul viðvörun úti fyrir suðausturlands, þar getur vindur verið nokkuð stífur þegar hann kemur af jökli en þetta nú svona hefðbundnar viðvaranir fyrir suðausturland á morgun. Og staðan síðan annað kvöld, við sjáum hér bara örsnögt að þá búið að lægja svona nokkuð víða land, veikur hæðarhryggur komin inn yfir landið en hann mun nú gefa tiltölulega fljótt og eftir því að það fer að hvessa strax að fara nótt laugardags af austri lægð og skil að koma inn sunnan úr höfum og verður runni víða bálkvast hádegisbilið á laugardaginn og þá skilin bara hér rétt suður undan landi og getur verið talsvert mikil úrkoma í þessu hér sunnan og vestanlands allavega á köflum og þá svona fyrst í skilunum að þá verður þetta nú snjókoma eða slita en fara nú síðan yfir í rigningu. Þegar skilin hafa síðan gengið norður yfir land og þá tekur við suðvestlæg átt og hún verður svona lítil að byrja með að úrkoman verður hér sunnan og vestan til á landinu verður þá á formi skúra en á sunnudaginn þá fer nú svona heldur og halla undan fæti hvað var að hitatölur og allan hér í vestanlands að þá verður úrkoman éljakenndari á sunnudaginn. Svo að sjá eins og spár að gefa til kynna að það komið nýlægðin í myndina hér hjá okkur þá á mánudaginn. Svona ekki alveg búin að setja sig með svona ferilinn en það verður allan lægð viðlóðandi landi og þessi útgáfa gefur til kynna að það verður hvöss austlæg átt á undan þeim skilum sem að koma með lægðinni og áfram mun nú hlýna nokkra gráður. En það sem sé hjá okkur, það norðlæg átt, norðanvindar, kaldir norðanvindar með snjókomu víða norðanlands og jafnvel hér vestanlands í kvöld og það getur verið nokkuð hvasst austanvert landið og það útskýrir þessa gulu viðvaranir sem þar að finna. En segjum þetta gott í bili.